Við erum velkomin í Naglar og Trúná. Fyrir þátt og vorum við að tala OCD og okkur fannst svolítið fyndið bara að byrja þáttinn og ræða eitthvað sem við höfum gert með OCD. Eða þú veist, ok, ég var eitthvað svona, þú veist, það er eitt sem ég gerði sem er actually bara ridiculous á ég að segja on air eða off air. Og það sem ég gerði daginn, ég var að leiða í skólan. Við erum sem sagt ekki með árátt og þráhyggju greiningar. Við vorum bara að tala hérna. Þú veist, þetta er bara, þú veist, ég er bara ekki með kvíða og ADHD, en ég er ekki búin að fara í þessa greiningu, which I probably should. Að þetta hefur bara vandamál bara actually sína var krakki, þú veist, ég maður bara þegar ég var að labba bara eitthvað að ég krakki og ég bara var að labba þessi skref eða bara öll fjölskyldan mun deyja og það var bara, oh my god, mamma mín, pabbi bara actually dáin núna því ég labbaði það bara út af því ég steig á þetta. Já, bara út af því ég steig á þetta skref. Eitthvað svona. It's been a problem like for, I don't know, 15 years eitthvað. As long as I can remember. Nei, eins lengi ég hef minnað. Sem að byrja að tala með íslensku. Já, og daginn ég var alene í skólan. Og það var bíll að keyra fram hjá mér og hann með stefnuljós og hann, þú veist, ég var að keyra svona hingað og hann var, þú veist, að keyra hingað og var að fara þangað, þannig, þú veist, ég var að keyra áfram, þú veist, það var hann að baka mig, ég horfði á hann, þú veist, í speglinu mínum og horfði svona, ég veit ekki af hverju, þetta bara kom yfir mig, en hann var að keyra fram hjá mér og ég kem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ég var að telja stefnuljósin hans. Sem er bán af hverju? Ég veit ekki. Þú veist, kom einhver hugsun bara ég verð að vita hversu mörg stefnuljós koma annars, ég veit ekki hvað en þá er það var ekkert annars, þetta var bara eitthvað svona ég þarf að telja stefnuljósin og það pirraði mig svo mikið ég enda áttatölu og ég var bara fuck og að því ég horfði svona að ég klesti næst ég á en eins gott á taldróti, einhver hörmulegt hefði getað gerst á taldróti. Já, exactly, ég hefði ekki talið og svo annað atvik sem ég lenti um daginn, ég veit ekki hvort ég sagði þetta við þig eða ekki en ég sagði þetta við eitthvað en þetta var bara, það var hræðilegt, það var sem sagt nýbúið að rigna, þetta var í desember, það var nýbúið að rigna og svo var bara frost, þannig að þú veist, það voru raindrops, þú veist, regndrópar á rúðunni hjá bílnum á Kristjáni og þetta var þú veist ekki á, Nei, það var móðugt á glugganum, eða móðugt, þú veist, það var svona, bara bleita, en svo var það frosni regndrópar, þú veist, á bara glugganum, bara framrúðinni. Framrúðinni, thanks. Og ég eitthvað svona gerði, þú veist, ég gerði hjarta með hægri hendur minni, svo eitthvað, that's not good enough, þurfti að gera hjarta með minstri, skilji, hafa hjá, svo eitthvað, var eitthvað tjóka og ákvað að gera bara svona skilur bara nutta bara svona á regndrópana og ég er eitthvað okkur löfum minn svo það er bara no og fann það bara ég þarf að gera þetta hinum einn og ég gerði þetta svo eitthvað svona smá en þá gerði ég þetta þú veist eitthvað svona lengra á rúðinni þannig að drópunni var svona mildari en ekki grófari. Það var ekki sama áferð og ég urðlaðist, við löpum inn ég byrjaði sko að naga í puttana mér, ég var bara svo ég myndi fá sem áfæri, svo bara nei núna verið naga hérna, skil ég verða og svo gerði ég svona vegginu Kristínu bara að laga þetta ég þurfti bara andis að vera bara að laga þú veist, ef maður snerti líka ranga áferð þú veist, ég er svona líka ef ég fer út í búð eða eitthvað og ég grípi eitthvað og það er bara svona nú er ekki þetta hinum einn þú veist, laga og svo snerta góða áferð með, þú veist, báðum og það er literally það sem ég þurfti að gera ég þurfti sko að og ég gerði það líka við peysinu Kristínu því að hann var með þú veist rennilás og ég var svona að meiða mig á rennilásnum líka skilur og ég var bara, oh my god, hvað er í gangi og svo fyrir við inn, að því ég var bara, þú veist ég ætla ekki út, ég nenni ekki út aftur ég nenni ekki að gera þetta, skilur, ég var bara, nei, ég er ekki vandamál ég get alveg sleppt þessu, skilur og svo vorum við bara að byrja að horfa og byrja að borða og eitthvað, þú veist, að leið mínúta eða eitthvað og ég var við borðið bara endalegt borðið It's not getting fixed Nei, ég var bara og Kristján var bara, Eló, þarf þú að fara út? Og ég bara, nei, ég þarf ekki að fara út Ég þarf að augra þessu Ég bara, ég er góð sko, ég þarf ekki að fara út Svo byrjaði að taka brúsa minni, ég var bara, hvað er þetta? Ég bara, örlast
svo er ég bara ég get þetta ekki og ég fer í inniskóna mína og ég bara við rúðina og ég bara Angrily að pota ég bara nutta bara og ég var bara hvað ég gleð að klukkan sé 9 kvöldi og það er enginn úti að horfa mig bara í inniskónum mínum á bólnum bara nutta rúðina svo er bara rétt áferð, lovely loksins já, svo er bara ok, lovely og ég get bara inn nú er ég góð já, hann var eitthvað, hvernig ertu? Ég bara, vil ég vera núna? aldrei verið betri Vil ég svo vel og svo líka þess að þau voru nýfrið að hittast í svona reyndi af því að þess að maður vill ekki vera bara þegar ég er hinum einn skiluru og ég reyndi eitthvað svona að halda þessu frá mér og svo byrjaði hann að taka eftir þessu þá kom eitthvað, já ég er eitthvað já þú veist, ég meina þú veist að gera svo já ég reyndi svona að fela þetta ég reyndi að gera þetta svona in a nonchalant way og það mann eitthvað svona, vorum að keyra hann held þú veist, gera eitthvað svona með að nýjum mitt þá var ég bara þú veist, já, veðrið skilur þú veist, verður að gera hitt með já, og svo þetta að gera samtímis skilur til að jafna út meira og þá var hann eitthvað, hvað skal gera? Ég bara, ekki neitt kemur ekki við kominu og þú veist, þá byrjaði hann að taka eftir þessu þá byrjaði hann að leika sér með þetta til mér svo leikaði með þetta því verra verður þetta og hann er svona eiginlega hættu núna hann er byrjaði að eitthvað, ok, fyrir ekki, ég skal jafna hann reynir að jafna núna en það er something hann gerur ekki rétt ekki alltaf með neitt, stundu þar ég alveg bara hvað var svo gera það skilur ég bara látt mér friði og mér svo að pabbi veit núna, þú veist þegar maður borðið matabórinu hann kemur þessi já og eitthvað svona ég kem svona bara please don't touch me og pabbi kemur þessi eitthvað stundu bara já ég má ekki snerta og það er já, þú veist bara that is a problem og einu sinni við vorum upp í rúm og hann var að pota í fótinn minn og ég var bara ég þú veist, ég get alveg ekki pota hinum einn skilur, ég er ekkert mál getur ég ímyndaðir þetta verður 2 mínútur ég fór næstu að gráta nei, þetta er alveg vandamál já, ég fór næstu að gráta þú ég bara þú veist, ég var bara, þetta er ekkert mál ég get alveg bara, og ég var bara þú veist, ég bara örlaðist þetta var í september eða eitthvað og hann horfði á mig, þú veist, ég bara var ég lagst bara bakið og ég horfði bara á loftið bara oh my god ég var bara örlast og svo var ég bara it's fine ég byrjaði að setja hárið mitt upp og ég var bara, þú veist, bara byrja bara við bara söngina bara ég bara tjúllaðist enda á því ég var bara, ég get ekki að því ég næstu bara fann að grænja og ég var bara með að pota hann var bara oh my god, þetta er ekki lægi ég bara, wow, þú ættir ekkert að pota í fótinn minn skilur, it's your fault this is on you, not me það er þú sem ert skrítin hérna ekki ég já, þannig, já, þetta var það sem ég vildi segja on camera að þetta er galið þetta er galið þess vegna er ég líka að byrja með þess vegna er ég byrja líka að gnýsta ég er með gnýstukæk, ég er alltaf að gnýsta ég er alltaf með kjálka með skilur já, en það ég er alltaf að gera svona það sést alveg ég öllum munnfjöðum ég er alltaf eitthvað hefur kjálka minn eins og núna eins og sé fucking bara einhver fíkill skilur ég bara já og ég byrjaði að gnýsta svo ógeðslega mikið bara gnýsta í marga mannu mér er illt í munngómnum í gómnum bara? Gómnum munngómnum? já, mér er illt í gómnum as opposed to tágómurinn mér er bara illt í gómnum alltaf og það er óþægilega tannbursta mig og ég bara líða svona í marga manni og ég einhvern veginn gerir samt ekkert í að það er fucking dýrt að fara til tannlæknis og stundum þarf ég að býta þessu tungunum mína til þess að öxlin hérna sem ég býti er jafn mikil og þessi hérna einhvern veginn og þá þarf ég að býta í tungunum mína og ég bara er alltaf með sár upp í munnunum og ég finn alltaf einhvern fyrir blóðbræð því ég er alltaf að fucking gnýsta að ég til að jafna það skilur og ég er ekki nei, núna er þessi tenn aðeins hérna þannig ég þarf að gnýsta meira it's a fucking problem sko. Stundum bara get ég ekki sofnað því þú veist, ég er bara við munum líka að tala þetta off camera it's fine it's fine, I'm good I'm fine, I'm good, I'm so good never been gooder never been gooder en veistu transition út úr þessu ég fór í svolítið side quest í vikunni við erum búin að vera shitting on, no pun intended Grafarvogslög no, yeah, it's been shit in there because people be shitting in there for some reason ég fór þangað í vikunni og ekki bara þú veist til að synda það fyrir pottina eða eitthvað
ég fór í samflot. Veistu hvað samflot er? Leif mér að sýna þér the absolute iconic get-up sem ég var í. Veistu, ég hugsaði á ég að senda á Elektru bara til þess að fá hennar reactions við þessu og spyrja hvort hún vilji koma með. Þetta er þetta system. Oh my god, bara á floti. Já, þú færð svona flot hættu, svona hjálmur og svona shit sem hún setur á lærið sem hún flýtur líka og þú ætti bara að liggja hana og bara fljóta. Ég veit að þú bara að fara að hafa a lovely retirement. I will love it. Bingo, samflot, þú veist. Diamond painting, púsla. Diamond painting, púsla. Já. Ég could fuck up some púsl. Ég var að fá PlayStation 12, ég var kannski líka bara a gamer grandma. Nei, já, ertu að tjóka. Alltaf þegar við verum gamla, þá verður alltaf verið kannski svona á þriðjudum, þá svona skiptum við milli, það bara klukkan 12, núna ætlum við að púsla, svo ætlum við að fara í bingo. Við verðum bara með schedules. Já, því I love a schedule. Þannig ég veit. I know you do. Já, þannig ég ætla að elska að fara á eftirlaun. Ég myndi vera hinsegin, ég myndi vera enn annar dagur með ekkert plan og ég gerir bara það sem er dettur í huga að gera í dag. Delight. Ég myndi elska að fara á eftirlaun nema ég veit alveg ég myndi vera að taka viðskiptavini og vera að vinna. Þú myndir, þú veist. Ég myndi elska eftirlaun, bara fá allum peningin sem ég bara verið að vinna í all my life og svo bara vera samt að vinna eins og þetta eftirlaunum og svo bara eitthvað doing things my way. I did it my way. Yeah. En já, þannig að, og ég meira að segja, ég dró Ransan með í þetta mission. Hann alveg hatar að fara í sund. Já, það er alveg ógeð. En hann fór með, we were floating. Ég fór. Mér leið eins og. Bara eins og þú var on top of the world. Bara, it was a delight. Ég samt held að þetta sé ekki mitt þing. Nei. Ég var alltaf bumping into people. Ja. Þú veist, ég var alltaf, þú veist, og þegar maður var bara, þú veist, ég sá fyrir mér, ég verð bara hérna, þú veist, sennuð út, eitthvað. En í staðinn var ég, þú veist, maður er alltaf á ferð, þú veist, maður er ekkert kyrrut og vatn, þannig að maður hreyfist. Svo var maður komin í bara eitthvað svona chaos með einhverju pakki sem ég var fæn við til að byrja með. Park eða eitthvað. Síðan park. Bara vassunni butukar. Já, emitt. Já, nema bara ógeðslega hægt. Þú veist, ég var loka augun og svo allt í henni finn ég bara svona sköplungin á okkurum, skilurðu. Sem var fæn by me. Ég var búin að ákveða, I'm gonna be fine with it, þetta mun gerast. Þannig til ég svona tær. Fun was over. Þú veist, ég var alveg búin að vera fæn. Ég var búin að vera fæn. Svo snerti ég tær. Ég fekk bara svo... Þú veist, ég öskra á Ransan ef að við liggjum upp í rúmi. Heim með þig! Nei, þú veist, ef að við erum upp í rúmi og hann eitthvað svona, þú veist, erum að kúra og tækna hann snerta mig. Ég snöggriðist. Þannig að ég var eitthvað að reyna að senda mig út, snerti tær á ókunnari mannsku og ég bara... Home now. Home now! Ég er að reyna að venja mig á því að vera ekki disgusted með tæra því ég þarf að fara að gera fótsnertingu á næstu en þannig ég er svona... Þegar Kristján er að snerta mig, ég er svona að reyna bara að leyfa hann með tónum sínum þegar hann nutta tónum sínum með tónum mínu og það er bara it's so disgusting og hann er bara að gera það fucking ógeðslegt. Já, hann er bara að gera það því að hann veit að mér finnst það ógeðslegt þannig þú veist, en ég er bara svona að reyna bara eitthvað it's fine að því það bókstur að vera að gera það þú veist, fótsnertingur á næstu önn það er ógeð Mér finnst það viðbjóður það er ógeð en það er allt í lagi ég þarf líka, þú veist ég þarf líka bara að sprengja bólur og eitthvað svona einhvern tímann þannig. Já, þetta er alveg rosalega sexy hérna, starfsgrein Já, þetta er alveg nasty ég held að þú myndir alveg love að vera svona braut Það eru partar hana sem ég er svona, ok, hell yeah en þú veist ég er ekki til í fótsnýstingar Þú mátt vera í hönskum Ég myndi bara, þú veist ég þyrfti samt alveg að peppa mig upp fyrir það að snerta tær þó ég sé hönskum Kennarinn okkar, hún nefnilega, þú veist hún spurði einu svona stjórunum hvort hún mætti sleppa því að taka hana áfanga og hún var bara það annars útskrifast ekki, af því hún var með svo mikla táfóbíu hún bara kúaðist, skilurðu og kennarinn okkar sem er með okkur núna finnst þetta skemmtilega hlutum sem hún gerir Já, you will get over it, þú veist, mér er fokkin ógeðslegt að gera andlit með fyrir fyrst að ég er að snerta andlit á fólki sem er ekkert endilega með the most pleasing húð í heimi, skilurðu
but you get used to it líka með laslip, það var ég bara eitthvað svona oh my god, það er poti í augun á einhverju pakki þú veist, ég líka bara þú veist, þeir eru með svona augasýri það er bara, that's disgusting mér finnst það ógeð, en núna pæli ég sko ekkert í og líka, þú veist, þegar ég var að gera alls með fyrir áhuga, það var bara svona lítið hor ég bara svona tók það með bómull pæli ekkert í því þannig, they don't need to know nei, they don't need to know þú veist, það sem þið finnst fucking ógeðslegt og heldur ekki mun komast yfir, þú veist, you will get over it og þú veist, þetta mun vera bara nothing, þú veist bara literally nothing fyrir þér þú veist, líka með hendurna skilur ég bara, oh my god, og það sem ógeðslega putta skilur really? Já, ég var alveg fengið þannig, einhvern veginn ég var bara sérstaklega eða eru, þú veist, gælar sem vinnum með bíla og svona svo, það er alltaf skýta það verður svona alveg smá disgusting en þú veist you will get used to it and then it will not be a big deal ok þannig þú veist, auðvitað myndi get used to it skilur, bara þú myndi get used to everything sem er bara fucking disgusting skilur, þú veist, ég held að sé ekkert eitthvað mjög pleasing að læra að vaksa raskut skilur svo verður það bara used to it bara part of my Monday já, þetta var bara part of your Monday bara a little booty hole þú veist, ég held að það væri ekki fyrir mig þess að ég sagði alveg, ég sé mikið fyrir að vera aðeins eitthvað svona, núna er ég bara oh my god, þetta er my fucking calling mest æði og ég mun gera það till I die really? Já æði! Dang! Akkur heldur ég sé bara að þegar ég fara að sofa þá er ég bara að horfa á andlismeðfram myndbönd og myndbönd og well, ég sef ekki við hliðina þér so I didn't really know you were doing that ég sagði það í gær, við þig að ég sé not fucking around, ég er að horfa á þetta já menn svo Kristján er bara eitthvað svona ég held að það væri bara the all or nothingness í þér nei, þú veist, þetta er bara actually þetta er svo fucking áhugavert og bara hreyfingarnar þetta er svo miklu dýpra að myndi halda þú verður að hafa hreyfingarnar réttar og svo verður þeirri, þú veist, að gera það þú veist, að gera þetta 2 sinnum svo þetta 4 sinnum og þetta 5 sinnum og þú veist, við erum að gera bara núna fyrstu 6 hreyfingarnar og maður er bara svona, shit 6 hreyfingarnar í nutti en svo þetta er svona 10 hreyfingarnar í andlisnuttinu, skilur andlis meðferðinni og svo kemur andlis nutt þannig maður bara svona, fuck hvað þetta er blóki, en já, ég er svona eiginlega með þetta hreinu which is lovely hlaka til it's so fun já, sem er mat svona skvísu vonandi var þetta ekki þetta er svona chia skvísa vonandi var þetta ekki in frame eitthvað that's fine that's fine ég er living með nýja lúk sójaspeklinum sem er reyndar ekki til sölu já, I like her já, að því ég er alltaf með hennar ljósið mitt með travel light þú veist ekki að það sem ég held á þetta sem ég heng á já, sem ég svona heng á þetta er bara æði til að hengja það á oh my god, I fucking love it nei, ég var að horfa á hann inn í herberginu já, hann er inn í herbergi hér cute I like it hann líka, ég elskar travel með hann já, I like her hún er eftir að selja hann sko já mjög sniður I like him, ég fíla hann og þú veist, ég líka vel alltaf mála mig í sófanum þú veist, ég er að vakna eða eitthvað sittist í sófan og mála mig svona við gluggan I like that en það er ekki I haven't been able to do that until now I like her I like her speaking of Luxa já, oh my god, ég ætla að testa þetta við vorum bara nýjan aðna varalit já, sem er lovely hann er so pretty ég vil líka segja við stelpunar þeir eru með afslátt í búðun okkar og þetta eru á snýstafræðbraut já, Junior var líka að segja að þú ert gangandi auglýsing fyrir hérna búðina? Já. Ég er gangandi auglýsing I literally am of course þetta er, þú veist this is stunning þetta er stunning so pretty þetta er stunning eða vil ég Sarah Larsson varir then girls, you need this þetta er Luxoya Color Diamond Glitter Lipstick nummer 2 hann er stunning hann er so Þessi þáttur er sponsaður af Luxa. Luxa er snyrtivöruverslun á Suðurlandsbraut 52 sem að selur bara allt sem að kemur make-upið við, hárið við, nöglum, it's got everything. Við erum með Lasvana, we got everything. Við erum komið með Mr. Co, við erum komið það. Já, elskar. Lovely. Og, já,
og við vorum að fá þess að hérna ekki varliti hérna af því að náttúrulega Sarah Lawson er búin að vera fucking trending bara með her summer thing and summer's not over yet það bara definitely isn't og við vorum að fá hérna nýja varliti og þetta er fucking stunning bara the glitter hún er so pretty það er just crazy, það er bara all around bara glitter, mér verður svona óþægilega bara í augunum að því að þetta er svo mikið glimmer þetta minnir mig á flasslitina já, þetta heitir líka, þú veist, þetta heitir líka eitthvað flash lipstick eitthvað make sense já, þú veist, þetta á að vera eitthvað svona flash það eru 2 litir sem kom í þessu nummer 1 og nummer 2 nummer 1 er held ég meira svona neutral eitthvað, það er meira bleikur svona coral peachy hérna á meðan þessi er meira bara trúbleikur já, þessi heitir Luxoya Color Diamond Glitter Lipstick nummer 2 vola langt nafn eitthvað Color Diamond Lipstick og hann er með svona stjórnum hérna þannig að vita að sé so cute þú veist, vita að sé the glitter og svo þessi paleta hérna erum við líka að selja hún er stunning bara the so glitter er hún heitir, hvað heitir hún? Passion hún er svona og matchar ógst mikið við the lipstick og glimmerinn, það líti út fyrir að vera bara eitthvað svona get nonchalant en þú situr á þig og þau poppa, ég elska hana hérna holo top, ég elska allt sem svona holo það er hana vídeo sem hún varst bara að posta já, það er, þú veist, það er ógst mikið það er svo mikið trend að hafa eitthvað sem holoar skilur, sérstaklega make-up og setur í gegnum allt eyeletið og eitthvað svona þá er holo the fucking shit og ég skal hafa á mig eitthvað til mann make-up look þar sem ég er með hóla á mér og varlitin en ég ætla ekki að setja með varlitin núna út af því að ég setja alltaf á palettu af því að ég myndi nota það skiluru á viðskiptum minni þannig ég ætla ekki að ég myndi aldrei setja hann beitt á mig býðið bara núna ég er samt að reapply my lipstick og þetta er Luxoya varabursti sem ég er að nota ég tek hann með mér everywhere hann er, ég á ekki þennan ekki? Lip no late já, minnst hann æði út af því að þú veist ég er ekki að bera á mig varaliti beint á mig þannig ég sett hann bara í svona krukku við seljum líka svona krukkur og er bara með hann svona to go skilur og svo er ég alltaf með my cap hérna skilur þannig að þú veist ég er alltaf með hann bara svona to go þú veist þetta er varaliti sem ég er með en ég er með this brush og svo hef ég stundum verið að nota Luxoya gloss til að setja yfir ég bara sá núna að menn ég var að skoða palettinu ég þurfti að reapply my lipstick tókum smá pásu hann ég mæli með þessu bursta með svona actually bara æði ég er líka með henni í kittinu ég er líka með svona 4 eyeliner bursta í kittinu af því að it's lovely svo var ég að kaupa blush burstan það í kittinu ég elska hann blush bursta þessi sem er svona pínu slanted já, I can't live without it það er þessi stóri aðna þykki I can't live without it sko burstanir eru æði og líka augnskuggabustanir ok, burstanir eru bara æði þannig ég mæli með en ég er ógeðslega spennt að prófa nýja varalitin hann er lovely hann er svo sætur já, og gleðilegt nýtt ár gleðilegt nýtt ár hvernig finnst þið svona appropriate time til að hætta að segja fyrir fólk gleðilegt nýtt ár þegar þér hætt að finnast árið gleðilegt já, ok, þannig bara þú veist 4. janúar eitthvað skilur then it's over nei, þú veist þegar þú hittir fólki fyrsta skipti á nýja árið þá segir þú gleðilegt nýtt ár ég sagði það ekki þó að það sé bara í febrúar sko þér er greinilega bara drull hvernig árið þetta er þú sagði það heldur ekki mig mér er kannski bara drull nei, ég gleymi því, þú veist, mér finnst svona eftir 7. og það er eiginlega bara svona hætt að segja gleðilegt nýtt ár þú veist, ég var að gera neglur daginn og það var alltaf bara, já, svo gleðilegt nýtt ár ég bara, já, oh my god, það er náttúrulega nýtt ár bara, ég segja það við þig þegar þú ert að fara frá mér áður en áramótin eru en þegar við kemum tilbaka þá er ég ekkert gleðilegt nýtt ár það skilju, gleymi ég alltaf en þú veist so yeah, þannig þessi þáttur er 2026 Trend Predictions yes ertu tilbúin að sjá my collage your vision board my vision yes, board hún gerði vision board hérna, sko önnur okkar er í skóla og hérna it's consuming her life hinn er að vinna til 5 og eftir 5 er fuck around time já, ekki að mér og ég var að endur uppgötva ást mína fyrir föndri við vorum sérst að ákveða, þú veist, við ætlum að taka svona trend sem við höldum að verði þing á þessu ári trend sem við erum spennt yfir,
and a stroke of inspiration hit. Þú varst alveg bara going wild. I went wild. I had fun with it. Ég næstu því gerði annað, svo var eitthvað, okay, let's stop. Not now. Let's stop. Holy shit, þetta öfugt en... Veitu, wait. Oh my god. Wait, hvað prentaði allt þetta? Hérna, hvað heitir búðin hann á móti? Pixlar. Holy shit. Yeah. Þetta er samtalið fucking valid. Það ekki? Jú. I think I'm onto something. Já. Veitu, ég þarf að geta stilt þessu upp hérna eða hvað. Já. Like, she is huge. She's a mammoth. She's a mammoth, of course. Sko. Svona. Here's the thing. Okay. Also, ég keypti glimmerlím. Já. Þetta er mér langað að gera það svona meira fun. Það er geðveikt. Okay, what is this? It's a knick-knack. Þetta er veski. Ég held... Já, við þurfum að gefa... She needs her space. Ég held að 2026 er the year of the knick-knack. Hvað er a knick-knack? Svona a little doodad. Okay. Þú veist, svona lítill gaur. Bara svona lítið skraut, lítið fancy eitthvað. Þú veist, 2025 langaði okkur að vera með knick-knacks en við gerðum of mikið og allir fóru í Labubu. Ég held að við erum okkur þyrstir ennþá í knick-knack en okkur langar ekki Labubu. Við með Burgundy. Ég er náttúrulega að elska Burgundy, sko. Þannig að ég er alveg biased með það. Ég er líka búin að sjá þarna bláu neglunar að það er eitthvað svona turn predictions. Yes. Ég er búin að sjá það. Þú líka tekur kannski eftir því að ég er með hérna bakgrunnurinn blár. Og þegar ég held að Icy Blue er að fara að vera the thing í ár. Ég held að það sé að fara að vera alveg... Fyrir þarna Bow Magazine make-up shooti sem ég gerði, þá vildi þau fá frosty make-up, icy make-up líka því að það er svo nýtt trend að hafa hvítt í innri krók, setja hvítan augnskugga í innri krók í staðan fyrir highlighter, þá er það svona the frosty look, skilurðu. Ég nefnilega held að það sé the thing núna. Við erum að fara að vera, þú veist, neglunum sem ég setti inn og við erum með Frosty Blue hérna, við erum með Frosty Blue hérna, þú veist, þessi er ekki Frosty Blue en það er inni þessu þetta svona hvít, næstu blá, kaldi. Ég held að það er að fara að vera, þú veist, í fyrra var það Butter Yellow sem að tók yfir öllu, ég held að núna verði Icy Blue, Frosty Blue. Líka með Bríeti, hún var að gera eitthvað fórsjóta sem hún var í svona ljósbláum tights. Já. Hún var með ljósbláum tights. Sko, tights, I did some digging. Ég fór inn á Pinterest, ég var að skoða Pinterest Predicts og svo var ég að scrolla, þú veist, like, hvað er fólk að segja á TikTok, like, hvað er í gangi. Tights are in. Tights með, þú veist, munstri eins og hérna. Já, svona tights með munstri, hérna í svörtu. Já, hérna, I remember those. Those are pretty. Þannig að ég held að, like, tights, bæði litríkar tights og tights með skrauti er að fara að vera þing. Já, líka svona. Mig langar í svona. Ég er ekki búin að eiga svona síðan ég var krakki. Ég held að þetta sé að fara á einn. Ég held að við séum að fara að layera ekstra mikið og svona intentional layering. Þú veist, og því að núna er alveg the fashion girlies eru búin að vera að gera það sem að þú ert búin að gera, að setja hérna the lace svona, þú veist, basically eins og pils yfir buxur. Ég man ekki hvað það heitir. Svona, þú veist, ég bindi það yfir buxuna mínar. Já, og þannig lítur næstu út eins og þú sett bara með pils yfir buxuna einar. Já. Ég held að það sé að halda áfram. Það mun halda áfram alltaf. Og það mun vera svona, þú veist, eins og hérna erum við með líka, þú veist, það er svona satin pils og svo er lace hérna niðri og gallabuxur undir. Ég held að það sé að fara að vera a big thing. Og svona almennt bara svona drama, þú veist, hérna erum við með, skiluru, layer, þú veist, þetta er sama flíkin en það er svona layered alveg eins og, þú veist, lok síðasta árs byrjaði peplum að vera ógislega mikið inn þú veist, þessir hérna bólir eins og ég er í núna sem fer svona eins og ég var í gæri út og bara þannig að, þú veist, ég held að það mun halda áfram föt sem eru með innbyggð layer og þegar, þú veist, við sem erum ekki brave fashionably brave viljum svona taka þátt án þess að, þú veist, þóra að kaupa sér heilt pils bara til að setja í buxuna sínar þannig að ég held að það mun vera a thing, structured clothing og svona
draping, þú veist, að það sé svona, þú veist, eins og þetta, svona pínu gardínulúk, að það sé svona efnið að svona fólda einhvern veginn saman að vera skuggar og einhver svoleiðis. Ég held að það sé að fara að vera big. Skór, í skóm sá ég ógeðslega mikið af kitten heels. Það eru svona eins og þessir hérna. Já. Það er svona pointed toe meina ég, og lágir hælar. Það samt, búin að vera svona 2 ár, sko. Það eru alveg jumpskot mínir, sko. Já, I've seen yours. Já. En ég held að það sé að fara að vera kitten heels og mikið af buckles. Þú veist, ég sá ógeðslega mikið af buckles allstaðar. Þú veist, á skóm og á, hérna er another kitten heel with a buckle. Og svona, þú veist, Mary Jane's er alltaf klassist, en með extra buckles. Like, you don't need that many buckles. We're just doing it for fun. Þannig að ég held að það sé að fara að vera alveg huge. Þannig að ég held að það sé að fara að vera the year of the knickknacks, the year of Frosty Blue, og low-key, pínu hestavæp. It's a little horsey. Þú veist, hvað það er mikið af núna, manni eitthvað íslenska orðið fyrir buckle er, en þú veist, það. Skilur þessi gæjar, einhvern veginn svona equestrian stemming einhver. Já, svona buckle. Já, þú veist, þetta alveg is giving horse. Og þú veist, I like it. Ég sá líka ógeðslega mikið af svona, ég veit ekki hvað proper orðið er fyrir það, en einhvers þar skrifa einhver mandarin necks, eða mandarin neckline, þú veist, svona eins og þetta. Þú veist, þessi stemming, og svo svona slaufur í hliðina en ekki í miðjunni. Þú veist, ég held að það verði alveg pínu í sumar. Já. Þú veist, ekki að fara full on í einhver svona traditional Chinese clothing, en svona inspired by the neckline. Það sem ég líka með clothes að vera svo trendy, hefur séð hérna pattern hjá Lólu Ír. Lóla Ír? Já, hún er, þú veist, crocheting a pattern, og þetta er svona fur sem er svona hálf. Svona svolítið mikið fluffy. Já. Jú, ég sé það. Það mun pop fucking off. It's gonna pop the fuck off. Það er alveg poppin off núna. Ég held að það vera enn stærra. Enn stærra. Sumar líka. Í sumar? Já, bara útihátíðarnar og það vera allir í þessu. Jú, það verður alveg þeim. Já, hún er náttúrulega, þetta er ógeðslega flott hjá henni, sko. Það er ógeðslega flott, þú veist, það er bara, ég er að fá eitt svona í afmælisgjöf frá frænku minni, eða basically mömmu minni, og það er lovely. Lovely. Bara, I can't wait að vera í því. Talandi útihátíðir. Já. Ég held að rauð gúmmístígvél. Já. Ég held að rauð gúmmístígvél er að fara að vera big thing. Okay. Ég er búin að sjá svo mikið auglýsingum fyrir rauð gúmmístígvél. Þú veist, actual auglýsingu. Ég fekk einhverja frá, þú veist, Gallery 17 eða eitthvað daginn. En ég er líka búin að vera að sjá bara svona skvísur á TikTok og svona get rid of me eða eitthvað og hún fer í gúmmístígvél og jorts. Já, það er, já. Rauð gúmmístígvél. Ég sé ógeðslega, ég sá mjög mikið af því fyrir sumar. Rauð gúmmístígvél? Já. Já. Eða brún sérstaklega. Það var gett mikið svona boots og eitthvað svona, veist það var mér svona London vibe eitthvað neinn. En ég er alveg að fuck with that, sko, minnst það geðveikt. Ég ekki til það. Þú veist hvernig ég nenni vel ekki að fara í skó og er oft í innu skóm og nenni ekki að fara í skó. Gúmmístígvél. That's a trend I can hop on. Bara verið í gúmmístígvélum. Þurfa þar ekki að reyma skó. Ég ætla að hoppa í gúmmístígvél. Ég hugsa að var ekki Rick Sarah Larsson dæmi hjá þér. Sko, ég hugsaði hana svo var ég bara búin að ég prentaði eitthvað út með henni. En svo líka þú veist það var núna í sumar. Það var svolítið mikið í sumar. Ég held að það mun alveg halda áfram inn í þetta sumar because, you know, summer isn't over yet. En ég setti ekki mikið make-up dót, ég setti eina svona rauða varir og tíma held að varir sé að fara að vera svona we're gonna like a dramatic lip á þessu ári. En hérna ég setti ekki eins Sarah Larsson aðalega út af því að ég komið svo ógeðslega mikið að myndum. Það sem ég með, þú veist, í make-upi sem ég bara veit að maður komið 2006 er 2016 make-up. Já. The eye looks. Ég er búin að hlusta svo mikið að því að fólk er að gera the trends og svo eru auglýsingar eitthvað svona
þú veist, með gamlar vörur 2016 vörur og eitthvað svona 2016 is coming back 2026 is new 2016 ég held samt að við erum að fara að gera 2016 án þess að vera mattar já, þú veist, það mun vera ég held að augnlookin séu ég held að við séum geggja til í þú veist, bara fara að cut crease aftur og eitthvað já, ég er að segja það, þú veist, the cut creases ég er ekki að tala um the eyebrows we're not bringing the eyebrows nei, ég er bara að tala um, þú veist, the cut crease og svo, þú veist, kurvan út og eyeliner skilur svona þannig, ég held að það mun alveg come back, sko I think so sem er náttúrulega bara geðveitt að því að ég var fucking up a cut crease, sko you can imagine now þú veist, og líka 2006 bara við ætlum að vera með creative makeup já, ég held að við séum alveg þreytt af clean girl þú veist, eins og aðna núna er ég, þú veist, ég byrja að fara út í public bara með bláan eyeliner og bláan maskara og þú veist, núna er ég með bláan maskara undir og þú veist, ég mun alveg bara fucka því upp að vera með creative makeup, sko bara pink eyelids, halo eyelids skilur við, þú veist creative makeup, bara bring that the fuck back út af því líka Sara Larsson byrja að bring out, skilur við litrikastaffið, það er fólk að kaupa litrikastaffið þannig það er svolítið bring out og svo bara vera bara, þú veist, þess að mér langar að fara út með bláan augsklika, skilur við bara kannski svona halo eye og þú veist, bara svona ljósbláan og meira fun já, ég held að við séum að fara að vera minna serious og meira fun já, miklu meira svona creative já, þú veist ég held, sko, við erum Íslendingar þannig ég held að fötin okkar sé ekkert að fara að vera necessarily brjálaðasla litrík út því að Íslendingar eru yfirleitt rosa neutral fötum samt ekki minnst í búðinu, minnst alltaf allir einhvern veginn vera með svona skemmtilegt svona flow í gangi, skilur en þú veist, ég sé svo mikið af bara, þú veist, brún tan, svartur kannski eitthvað svona einn litur þú veist, dökkrauður eða eitthvað yfir sumrin, það eru vel ógeðslega litrík, finnst mér þú veist, þá finnst mér alveg sjá marga, þú veist, eins og þú veist, það bleikar og allir bleiku skilur jú, það kom alveg svolítið bleikt moment já, þú veist, ég bleika sundur sem ég held myndi aldrei skilur, og svo er bleika grímur og eitthvað svona svolítið, the colors er að koma tilbaka, sko okay. I think so I welcome it en ég held samt að við séum að fara að vera, þú veist ég allan að persónulega ekki að fara að vera mikið í litringu fötum en ég held að við séum welcoming fun nails, fun makeup og fun hair ég held að við séum að fara að vera big í líka svona hárklippum þú veist, það var svona spennur já, það var alveg 2003 með spennurnar þessar svona skrautspennur eða standardspennurnar bæði já ok, og þegar ég sá alveg ógeðslega mikið af bæði, þú veist það var svona slick back og svo svona spennur ég svo ekki mikið af því, en þú veist við erum alltaf að koma með gömul trends back we're always bringing it back já, þú veist, þetta er alltaf að koma tilbaka alltaf aftur að koma tilbaka ég held að cowgirl fittin koma ekki að þess mikið þess ári nei, það var ógeðslega margir í, þú veist gjort og svo svona cowbelti og þú veist cowboots nei, ég held að við séum alveg over that ekki cowboots cowgirl boots, það var líka alveg bara svolítið, þú veist, 2021-2022 einhvern veginn já, svona þú veist, það var alveg svolítið mikið í fyrra fannst mér en ég held að það kemur ekki það stert tilbaka nei, ég sagði horsey áðan en ég held að það sé meira equestrian heldur en cowgirl sem er að fara að vera, þú veist, the buckle þú veist, heldur en eitthvað svona ég held að sem ekki að fara full yí líka með, þú veist, eins og sokkabuksunar, þú veist, eins og ég áskilur og þess að hérna þá hugsaði ég út í með neglur, þú veist, lace nails það er að fara fucking trenda, sko þú ert ekki með það með vision board oh my god, ég prentaði þar út já, það vantar lace nails í vision board ég prentaði út alveg 2 eða 3 ég held nefnilega, sko það er trending like crazy núna ok, ég prentaði það út en hérna ég sá bæði lace, þú veist, öll lace og French tips með lace also, speaking on French tips thick French tips 2000 French tips everyone's doing the thick French tip ég reyndi síðasta sumar að bring that back, sko, eins og alltaf þegar ég var að gera þarna French tips og svo með blóm blómdesign svona, dröfður á hliðanum ég gerði alltaf, þú getur segja, ég gerði alltaf thick French og líka þegar ég gerði leopard að þá viltu hafa þykka já, ég gerði alltaf thick French þegar bókaði freestyle, ég ger alltaf eitthvað með thick French ég var að gera það núna bara síðustu viku thick French,
ég elska thick French eða svona 2000 French, ég var alveg þú veist, a dramatic French já, með lítið svona bild, þú veist, ég var mjög mikið vinni í því með sýstsumar, ég var bara let's bring that hoe back I think she's coming back in a big way ég held líka, þú veist ekki Frenchies heldur bara svona straight across þess að hérna er það thick French já, þetta er að thick ass French já. en ég held líka að sé að fara að koma straight across já, það byrja að vera straight across og svo svona hringur basically, svona gull hringur silfur hringur, en svo sé svona þú veist, ég gerði þann daginn þú veist, það var bara bein lína svo gerði ég bein og línu með þríðikili og svo skilur þau krómóna það en svo sé skart I like that. Ertu ekki að tala um þetta hérna stöð? Jú, ég er að tala um þetta hérna hún hérna she's in a big way ég held að það sé alveg að fara að vera like, I think that's gonna get even bigger I like those ég var líka með annar með Frenchin ég var með þú veist, ég held að það mun vera gett mikið svona þykkt 2000 French skiluru og með fullt af steinum þú veist, ég er búin að sjá ógeðslega mikið af þannig og ég bara er andjögt in love eða bara svona mikið af steinum, þú veist, svona já, þú veist, á þykka Frenchinu já, á þykka Frenchinu mikið af steinum, þú veist, ég held alveg að þetta mun pop off og svo líka eins og ég er búin að gera þetta hérna ógeðslega mikið já þú veist, þetta með fucking pop-up, ég er búin að gera ógeðslega mikið á svona designi með Klöru Einars skilur, hún er búin að vera jólasetti var einmitt með já, jólasetti var með svona, svo var kótilettisettinu svona og þjóðhátíðar var eitthvað svona líka, þú veist hún er að byrja að fokka í steinum og þú veist, I fuck with it I like it með þess að geðveikt, þannig ég fíla að þetta mikið gangi steinar, þú veist, all over everywhere skilur, þannig það má bara koma sko, svo gerði ég eitthvað freestyle set líka, þú veist, þá var ég skilur, gerði ég svona steina perli thing, skilur, all over the nail en þú veist, ég held að þau 3D eins og það er búið að vera er að fara að vera pínuður, ég held að það sé ekki að fara að vera mikið af blómum allavega ekki þess að Hawaii Rose sem allir eru búin að fá sér mennur með blómingeli? Nei, bara með þykka 3D blómið. Já, please, það maður þetta út. Ég held að það sé alveg út og það sem er verið að gera 3D núna er þessir það sem er svona hringar og bara a lot of stones, a lot of rocks. Ég held að við séum að fara þangað. The Klinger era er done, sko. Ég líka bara, litur ársins, sástu hvað litur ársins er? Pantone, Color of the Year. Já. Þess að ég sá því, ég bara glemdi Pantone. Manstu hvað litur ársins er? Nei. Ég bara sá það. It's fucking white. Oh. Litur ársins, Pantone litur ársins, Color of the Year, heitir eitthvað Cloud Dancer. What? Og það er bara fully hvítur litur. Bara í okkur, eða? Nei, bara Pantone Color of the Year. Þú veist, í fyrra var það mokkamús, núna er fucking hvítur. Betur, með þá nýjar vörur eða bara, þú veist? Nei, bara litur ársins, þú veist, Pantone kemur alltaf með bara litur ársins fyrir hvað ár sem er. En I think they missed the mark on that one. Ég held að, I'm on icy blue. Já. Þú veist, þau held að mokkamús er þið litur ársins, en litur ársins var mikið meira butter yellow í fyrra. Þannig að I think they're wrong again. Það var bara butter yellow í fyrra, allir butter yellow. Allir. Þannig að ég held að núna verði icy blue low key butter yellow. Já, ég er alveg samanlega. Líka, ég held að Cat Eye mun vera svo fuck mikið trend. Já. Við vorum að fara yfir þessu neglur í snittlbreytinni og eitthvað svona og hún var að tala um þess, hún horfði að Cat Eye verka, ég veit ekki hvort sem komið eftir, ég bara, þetta er komið aftur, það eru aftur í þessu. Ég hef aldrei fengið mikið bara, hvað getur ég gert þetta? Ég bara, ég ger ekki þetta. Ég þarf alveg að fara að byrja á því, sko. Að fara, you gotta do as it, much as I don't like it, þá þarf ég að fara líka með lace nails, ég ger það ekki. Það einn koni sem begging me for it og hún bara, ég kaup það, please að gera það. Ég bara, nei, I don't wanna do it. En ég held ég þarf bara fokka eitthvað í þessu, sko. Þú þarft að hérna, bara býta þetta svo ræpli og gera þetta, sko. Og því að lace og cat eye held ég að fara að vera like the biggest trends of the year. Ég held líka að lash lifts muni vera miklu meira trend. Það er náttúrulega the clean girl era er, þú veist, það er svo mismandi með the clean girl era, skilur þú veist, eins og þetta funky litir, það er komið baka, það er ekki að clean girl era, skilur, það er over. En saman tíma er það clean girl era að fá lash lift og þú veist,
eitthvað svona, þú veist, mér finnst ógeðslega margir hætta á þessu lengingar Já, og ef þið taka líka, þú veist, til dæmis eins og að Lasvanna, þið taka alveg svolítið svona náttúrulega augnar, skilur við þú veist, ekkert endilega þú veist, það er miklu meira sem seljast að classics heldur en volume Já. skilur við, Já. þannig ég held að þessi svona funky nails, funky eyeshadow make-up, en samt keep the Já. eye við classics erum að velja út úr 2016 trendunum hvað okkur actually langar að taka með inn þú veist, eins og ef það hefði verið 2016 og ég hefði gert blátt eyeliner það hefði ég örugglega skellt með blá augnár núna var það bara blár maskari af náttúrulega augnárin, skilur við Já. en ég held að lash lift það mun take over, þú veist, ég gerir fokk mikið að lash lift núna bara í desember, skilur við Já. og ég var bara, what? Og það er alveg ekki það langt síðan og varst bara líka, ég gerir alveg ekki að laslift nema að sjá þig þú varst alveg bara svona en núna, þú veist, ég er búin að fá fokk mikið af appointments í lash lift og líka núna er eitthvað að bylast í brálift, skilur við það er alveg coming back það er alveg að koma til brálift þannig, þú veist, ég er alveg að fokka með því, sko I like that þannig, yeah eitthvað meira svo alltaf því vision board en ég fer að tala um eitthvað meira á mínu Já, hérna ég held að við sem að fara að breyta our hairlines ég held að a deep side part er coming in Já, nei ég held að við sem going into the deep side part og lots of volume svona hugsaðu svona 90s bombshell ég held að það sé coming in og fucking with the parting ég sá alveg helling af svona zigzag og eitthvað svona þú veist djúft inn og svo já, 2000 þá og já, svo ég held að við séum að fara svolítið þangað og hérna þetta minnir mér svo mikið á hérna he holds me in his big arms strong and singing stars þú veist þarna Lana Del Rey það minnir mér svo mikið á hana Gorge og þessi minnir mér bara Bríett já ég held að þú ert til að búin að fara í gegnum með allt, sko já, ég held að ég sé alveg búin að I think I said my piece já, I think I said my piece það er ég held að það sé bara pretty much Year of the Knick-Knack Icy Blue Stunnings já, með þú veist ég held að Baby Boomer neglur muni vera alveg að freka mikið hitt já ég er alveg búin að vera að gera alveg smá af því og ég er bara svona, og líka þú veist með steinana ég held að þá mun vera að þú veist fólk með vilja Baby Boomer og svo steina yfir, já Crystal Nails, Hungary, if you hear this hear our prayers bring this back takk fyrir mig ég þarf að veit þetta baka, sko ég fokka ekki arkelum, sko það er svo erfitt að ámbreiða með þau þetta var líka bara tilbúið slæ, bara þú ert ready það var gæt næstu því já, ready af hverju að hætta með þetta og af hverju að halda bara leðilega að lita eftir ég þarf að senda bara e-mail bara an Fá angry bara- email það er bara að fá to tólka Mr. Zoli já, to Mr. Soli við erum bara að fá tólkara við lena bara skrifa ungversku bara bring this back en þú veist, maður getur örugglega keypt þetta bara wherever en þú veist, but still, I need this back it was amazing, fyrir það sem veit ekki hvað þetta er og þetta er bara ombre spray og það bara þú bara sprayar Sprayar það þetta bara á á. og færð bara perfect baby boomer á hálfri sekundu perfect fucking blendingu já, Þú veist- með hana erum við að sjá þetta, þetta er bara perfect blending og þetta er bara smá bara svona spray gorge þú veist, þetta er stunning og ég bara skil ekki af hverju að hafa hætt með þetta bring her back bring her back please please ég þarf bara að senda það og með link á læginu please já á Jakob Zuli Jakob please Jacob sorry Tristan we are making a podcast hann sagði allan að gangi ekki nú verið þarf þú sjálfur að klippa þetta út ok nei, það má vera inn í our editor, my brother hann er svo ég elska að horfa á myndböndin þegar hann er búinn að klippa já
ég elska þú veist, að því að við vorum alltaf að horfa fyrirfram og sjá hvað ég var að klippa út og sjá þú veist, eitthvað svona það er ekki eins fann, en núna erum við að hlusta til að þess að TikTok-klippur og ég elska þegar hann bara bæti bara sínu við og það er fucking hilarious. Já, hann er svona auka karakter. Já, og svo við tölum Tristan. He's an ever-looming presence. Já, og núna mun hann gera eitthvað effekt, skilur við. Og líka þegar við tölum ekki að Tristan að gera alltaf köttin, bara svona, já. Það er þá alltaf gaman. Alltaf grúptchatti eða eitthvað, þú veist. Já, mér finnst það fucking myndið líka þegar ég var að tala bíflega, bara eitthvað, you like jazz? Það var fucking hilarious. Bara svona, leifa hann svona, the right person says, við erum eitthvað, do whatever the fuck you want. Og það kemur alltaf fucking hilarious út. I like it. Það er ógeðslega funny. Þannig, bara, já, og þegar maður að senda okkur þess vegna vorum við að, hérna. Fyrst erum að tala við þig, Tristan. Getur þú sett einn lista af trendum sem þú heldur að vera þing? Já, og kannski hann með eitthvað 2006 predictions og lefið þig bara svona fara bara hérna, það sem þú heldur, eða þú vilt sem þú heldur. Vá, heldur að þetta sé að fara að trenda? Það er crazy. Mitt upp á aldur þetta? Já, mitt er þetta. Damn. Kannski þetta. Fundur settur. En já, það er alveg, there's a lot of predictions sem ég held að mun alveg koma, sko. Hvað heldur að mun bara svona algjörlega hætta? Þú veist, þú sagðir þetta með the cowgirl dæmi. Já. Og ég held að það sé svona það efsta hjá mér. Ég held að við séum komið nóg að því. Ég held að þú veist ég held að við séum alveg búin með leopard föt. Það sé bara alveg over. Done. Já. I think so. Það var alveg gert svolítið mikið af því. En leopard nails er svona svo cute. Það er geðveikt cute. En fötin eru over. Það held ég. Alveg very much. Alveg very much. Very much. Yeah. Við erum alveg bara ekki með neitt annað. Ég held að við erum búnar. Það ekki? Já. Já, bara gleðilegt nýtt ár. Hope you have had a lovely time over the New Year's. Hún ætlaði, varstu með eitthvað predictions? Nei, ekki predictions. Áramótaheit. Já. Það var bara hægt að tala svona miklu ensku. Ég gerði mér áramótaheit samt alveg bara, þú veist, það er tvennt sem ég með huga. En þetta er bæðið bara eitthvað svona sem ég var að ákveða bara í síðustu viku, þannig ég er alveg sein. Fyrsta lagi, að ef ég finn ekki, ég er ekki búin að vera að gera þetta núna, ekki skama mig, ef ég finn ekki íslenska orðið fyrir eitthvað, að í staðin fyrir bara að segja enska orðið og halda áfram, að þá að googla það og finna íslenska orðið. Bara þú sé með þetta bara að googla. Bara þannig ég hljómi sjaldnar eins og hálfviti sem kann ekki móðumáli sitt. Og hérna, fleiri sidequest. Mér langar í fleiri sidequest. Hvað er sidequest á íslensku? Þarna sett ég þess að það spart. Þetta er ekki mægt. Settir mig á standin. Ég má tala ensku, ég ætla ekki að þetta. Ég ætla að halda áfram að sletta. En það er verst að þetta er smitandi, þannig að ef þú varst að tala hörmulega íslensku þá eldi ég þig. Það er allt í lagi. Það er bara sorry, ég er bara svo miklu fokkin finnari þegar ég næja alltaf smá svona hello English in there, skilur. Þess bara, ég er ekki fyndin. Hliðarverkefni. Ok, hvað meinar með hliðarverkefni? Ég vil fara fleiri hliðarverkefni. Þú veist, eins og í fyrra, að þá einhverju tímapunkti, að þá ákveði ég að fara á þannig andlitsteip námskeiðið. Já. Andlitsnudd, ég held að þetta var andlitsnudd námskeið, en þetta var mikið meira bara að teipa. Já. Sem þú veist, ef það er þitt áhuga svið að límbanda, þá bara endilega lovely, indælt. En hérna, ég fór þarna, ég vonum að læra að nutta mér andlitið, það var meira að teipa það var ekki fyrir mig, en ég labbaði samt út úr þessu bara frábært. Ég skemmti mér vel, ég prófaði þetta, núna veit ég það að teipa á mér andlitið er ekki fyrir mig. Svo fórst ég til sundnámskeið og varst að flóta. Já, og svo fór ég núna í síðustu viku. It's a floater! Ég var the floater in the pool, en ég fór, þú veist, fór samflót með öllu hinnu gamla fólkinu, var með svona flott hettu og var að fljóta í vikunni, þannig að ég held að ég vilji bara gera meira af
dóti sem skiptir ekki máli eða bara Já. að gera meira af bara einhverju svona bara af því að mér langar að föndra meira. Já, I wish. Ég föndra alltaf bara svona sumrin. Þegar föndur tíma ég fyrir bara að læra. En núna nú ég bara að fara að læra með því að nutta Alexandru. Gera andlisnutt, andlismeðferð, líkamsnutt, smá svona líkamsnutt og svo bara fer hún bara sultur slöki þetta ógeðslega veður. Andskotin, já. Ert þú með eitthvað áramótaheit áður en við förum? Ekki neitt. Lovely, indælt. Ég er bara ekki með neitt, Þú ætlar bara andis að hljóma kokki. af hverju að verða betri í ár ef ég get orðið verri? Nei, þú veist, ég er ekki actually með nein áramótaheit. Af því að þú veist, ég er bara búin að gera allt sem ég langar að gera og það sem ég er að gera, ég er að því. Er ekki bara að standa sér vel í skólanum? Jú, það er bara eitthvað sem þarf ekki að vera áramótaheit, skilurðu, og svo, þú veist, allt sem ég langar að prófa, ég gerði það í fyrra, þú veist, eins og barri eða eitthvað svona, og hvað að byrja að læra að borða grammeti, það feilaði, skilurðu, þú veist, ég er ekki með einhvern veginn svona áramótaheit, af því að þú veist, allt sem var svona einhvern veginn the goal, I'm like doing that right now, skilurðu, þú veist, áramótaheit fyrir var líka bara svona, verið í fullum skóla og sitja mig í fyrsta sæti heldur en aðra til dæmis með neglur og svona bla still doing that, þannig ég er einhvern veginn ekki með neinn áramótaheit so yeah þannig já, takk fyrir hlustuna eða áhörfi í dag og sjáumst næst see you next time Nei Bye